Hótel Hildibrand í Neskaupstað er rekið í gamla húsnæði kaupfélagsins Fram sem á sér merka sögu. Velbyggt hús og stórt enda rúmar það 15 stórar íbúðir með svölum og sjávarútsýni eins og best verður á kosið. Þetta hús er gamalt verslunarhús. Þetta hús var reist af kaupfélaginu Fram og það var byrjað að reisa þetta hús 1948 eða lagt drög að því að byggja það og það var flutt inn í það 1951. Og þá var þetta verslunarhús sem var á 3 hæðum sem þótti náttúrulega alveg stórmagasín í þá tíð. Og þetta hús er svolítið merkilegt fyrir það sem verslunarhús frá þessum tíma að það er allt byggt á svona súlum. Og það er engin veggir inn í þessu húsi. Þetta er svona svolítið nútímalegt verslunarhúsnæði og svolítið merkilegt að það hefur verið byggt svona snemma með þessa hugsun að geta breytt búðum fram og tilbaka. Og það var semt hér, þegar það var opnað, þá var á neðstu hæðinni hérna matvöruverslun og hluti af járnvöruverslun. Síðan var á annarri hæð herrafattaverslun og þar voru skrifstofu kaupfélagsins í endanum á þeirri hæð. Og síðan var á 3. hæð dömudeild eða vefnaðarvörudeild. Og þetta hús, þegar maður fyrir að tala margt fólk, svona fullorðið fólk, og þá er svona, í minningunni er þetta svona eins og eitthvað magasín sem var reist á þessum tíma. Það þótti mjög stórt og glæsilegt hús og reist náttúrulega alveg gríðarlega með einhvern svona miklu myndugleika að ráðast í þetta á þessum tíma eins og þau gerðu. Þú fórst nú ungur á Skottastíðnum, er það ekki? Það voru ákveðin tengsl, var það ekki, hingað inn? Jú, ég heiti Guðröður eins og ég segði þaðan og afi minn var kaupfélagsstjóri hérna í 40 ár. Og hann bjó hérna á toppnum á þessu húsi, það var kaupfélagsstjóri á bústaðnum var hérna uppi. Og ég fór mjög snemma að fara til afa á skrifstofuna og fá að gramsa í frímerkjaskúffunni sem var mjög merkilegt. Og þá fekk maður auðvitað bara nammi og svona, fór niður með afa og fekk nammi hjá honum og ég er alveg daldið upp hérna, kom mikið hérna sko. Hann er fæddur hérna í sveit á þeim bæ sem ég bý á, í miðbæ. Og úr stórum systkinahópi og hann fer í alþýðuskólann bara ungur, hann fer bara eitthvað 17 ára gamall í alþýðuskólann á Eiðum og fer síðan beint til Reykjavíkur í samvinnuskólann og þar náttúrulega hitti hann eins og Jónas frá Hriflu sem var náttúrulega mikill samvinnumaður og þarna drakk hann í sig það að verða alvöru samvinnumaður og láta til sín kveða og hann semst kemur hérna austur aftur eftir skólann og gerist svona innanbúðarmaður hjá kaupfélaginu, þá er kaupfélagið búið að stofna það, kaupfélagið stofnaði hérna 1912 og hann kemur sem innanbúðarmaður og vinnur í 7 ár og verður síðan kaupfélagsstjóri 29 ára gamall og þá hefst svona, ef maður skoðar þessa sögu, þá hefst svona ákveðið svona, það var kannski á réttum tíma líka eftir kreppuna og það var svona mildaskreppan. Það hefst svona framfara tímabil hjá kaupfélaginu og kaupfélagið verður mjög öflugt fyrirtæki undir hans stjórn á þessum 40 ár. Eftir að kaupfélagið verður gjaldþrota, þá er þetta hús keypt og því er breytt í 15 íbúðir og hérna á jarðhæðinni sem veitingastaðurinn okkar er á í dag, þar voru settar bæjarskrifstofur fyrir hérna, Fjarðabyggð sem var þá og síðan verður þetta hús, eða það eignarhaldsfélag verður gjaldþrota. Og þetta hús er ekkert notað í einhver 4 eða 5 ár, stóð bara hér myrkrað í bænum, miðbænum, sem þetta hús var auðvitað, miðbærinn á Norðfirði er svolítið myndaðir í kringum þetta hús sko. Og það er semst, við förum að hugsa þetta, ég og Hákon, við vorum búin að stofna fyrirtæki sem heitir Hildibrand og vorum að reka hér í gömlu mjólkurstöðinu, vorum búin að kaupa hana sem kaupfélagið átti, svona matvinnslu. Og gátu selt veislur og vorum síðan með fiskibúð og kjöt og svoleiðis þar. Og svona hans áhugi lá þetta til þess að verða bara í svona einhverja ferðaþjónustu og hérna hann er lærður á því sviði og svo æxlaðist þetta nú þannig að við buðum í það að bjassílinn einni og gátum síðan ekki fjármagnað það og þá komu til liðs við okkur Samvinnufélag útgerðarmanna og Síldarvinnslan. Og það var myndað hlutafélag utan þetta hús sem heitir Hafnarbraut 2.
og sem var Eignarhaldsfélagið og Hildibrand rak reksturinn í þessu húsi og ferðaþjónustuna. En síðan núna í vetur þá keyptum við, ég og kona mín, keyptum þetta hús af þeim, þessum eigundum og Hildibrand rekur áfram sína starfsemi. Við rekum auðvitað gistingu og við rekum gistingu í þessum 15 íbúðum á ársbasis alla daga ársins og síðan rekum við þennan veitingastað hérna niðri sem heitir Kaupfélagsbarinn og hann rekinn allt árið. Síðan eigum við Beitusskúrinn sem 100 ára gamalt sjóhús sem við rekum 4 mánuði á sumrin þegar gott veður. Það er mjög fallegt hús því það er með bryggju og það er mikið afdráttarafl sem þetta hús hefur. Og svo erum við með það sem var Eddan áður sem í raun og veru verkmenntaskólahúsið. Það eru 30 herbyggi og við rekum það á sumrin líka.